og við erum hérna með, já, ég er að taka upp núna og við ætlum að vera með sem sagt í stigaritinu þessa þætti hérna sem er samanburðarþáttur. Við byrjum á því að setja samanburðarþáttinn inn og bíluna, þetta kemur bara í framhaldi af þessu stigariti hérna. Þetta er ekkert mál að bæta þessu bara við fyrir neðan og við finnum mjög fljótt táknið fyrir komparatorinn og svo er þetta bara venjuleg útgangur, bílun A og við erum bara að setja upp vélgjómskerfið þannig að við getum tekið inn hitastig í staðin fyrir bara af á rofa eins og við erum búin með. Síðan setjum við inn tölugildi inn í svokallað markgildi. Þannig getum borið saman raungildi við ákveðið hámark sem við viljum koma inn þá bílunu sem að hérna gefur þá út á flaut og hverfiljós. Sama gerum við með inngang B, tökum þar inn raungildi fyrir hitastig og berum saman við eitthvað annað tölugildi og þessi systembiti S13 hann gefur bara hátt gildi þegar við setjum inntölvu á run eða setjum run skipun í hérna simulatorinn sem við prófum þetta fórið í og ég límdi bara hérna fyrir neðan til frekari skýringar á þessu að blikkarinn hjá okkur er systembiti 6 að það er búið til hérna með prósentumerki stórt S og 6 þannig setjum við inn eins og blikkaran hann er settur inn í data editornum blikkarinn það er þessi blikkari hér og í data editornum þar setjum við hann inn með þennan systembita þannig að hann blikki endalaust en upphafspúlsinn þennan S13, hann notum við bara hérna og þannig að þegar við setjum inntöluna eða herminn á run þá kemur þetta gildi inn í minnisólfið sem heitir annarkvæmt markgildi A eða markgildi B og það verður þar þangað til að hugsanlega við getum breytt í en það þarf að setja það inn með þessari skipun og við getum breytt markgildinu eftir að tölvan er sett á run vegna þess að þetta er bara inn í fyrsta prógramsring vélarinnar. Þannig að þetta var bara aðeins útskýring hvers vegna við erum að nota systembita 13. Það er bara til þess að við setjum inn tölugildi í upphafi og síðan eftir það þá getum við breytt í. Nú, það sem við þurfum að gera, já, það er að byrjum á því að setja þetta inn í forritið og þá erum við með hérna vélgjómskerfið, setjum það hérna, stækkum þetta bara upp og bætum þessu hérna inn í og svo sjá hitastigið, já það kemur hérna inn sem sagt, ég hef bætt við reyndar í hérna annað stigarit en skiptir ekki máli, við getum sett þetta hérna undir og þið gerum það þannig að þið sjáu hérna, hér er compare blokk hérna hægra megin við operate blokk smellið á COMP sjáu þið hvað þetta er compare blokk kemur þarna í texta hjá mér og þá skellum við henni hérna og ég segi bara já til þess að fá þetta hérna inn og til þess að tengja þetta út í þá getum við notað hérna þennan link, búlegan link þá er þetta að tengja þetta hérna út í og síðan fáið þið venjulegan útgang hérna coil til þess að skella hérna í og þá hættur hún að vera blá blokkin af því að það er búið að tengja hana og inn í þessa blokk þá setjið þið ég ætla að smetla hérna á örina og ég tvísmeti hérna á að þetta svo ég sjáu hvað inn í þessu það sem við þurfum að skrifa inn í þetta er bara þetta merki hérna það sem við þurfum að gera það er að smetla þegar þetta er alveg autt og tómt
þurfum við að finna raungildi A með því að smella á þrípunktinn hérna. Þá finnum við, ef við finnum ekki raungildi A, þá eru þið ekki náttúrulega búnir að skrifa það inn. Og þá er langbest að byrja á því að fara inn í dataeditorinn og koma því þangað til skila. Hérna höfum við dataeditorinn að hérna hægra megin við Analyze og það allt sem hann dóti hérna. Hægra megin við Project Browser og alveg rétt við hérna FDT Browser hérna. Dataeditorinn, smetla á það og skrifa hérna inn þá, tvísmetla hérna fyrir neðst bara og skrifa inn raungildi A. Ég hef búin að skrifa hérna raungildi A. Þessu þurfum við að breyta úr hvort sem kemur búl eða eigbúl í integer, það er heiltala. Ef ég myndi skrifa hérna kannski raungildi, myndi setja hérna raungildi C eða eitthvað svona, ég get gert það svona, ég get fært þetta hérna niður, ég get breytt þessu hérna í raungildi C til þess að ég bæti hérna við einhverju og reyndar kemur það hérna hjá mér sem integer af því að ég náði í það, en hérna sem sagt úr þessum lista hérna hægra megin þá veljum við heiltölu eða sem sagt int, integer. En þið bætið þessu við sem er hérna raungildi A, raungildi B og markgildi A og markgildi B. Þessu þurfum við að bæta við. Kemur ekki sem er, já, í dataeditorinn. Já, heyrðu, getur verið að þú sért með eitthvað inni í, ef þú ert með þetta hérna, ef þú ert með eitthvað nú þegar skrifað inn í þessari blokk, þetta verður að vera alveg autt, skilurðu. Varstu búin að gera það? Þetta verður að vera tómt. Er það þannig? Já. Og ef þú smellir á þrípunktinn, þá kemur bara auð skrá. Prófaðu þá að smella hérna hægra megin við name á þennan kassa hérna. Kemur eitthvað þá? Já, en sko, kemur þá þessi listi. Getur þá náð í það sem þú ert búin að skrifa raungildi A? Nei, bættu því við því að það er ekki hægt að ná í nema rétt gildi þarna inn held ég sem að er heiltala. INT fyrir integer. Þú verður að setja það inn sko. Það verður að vera búið að setja rétta tegund af þessu hérna inn svo við getum náð í það og nota það í samanburðarblokkinni því að við berum saman tvö mismunandi gildi sem að eru einhverjar tölur. Já, við þurfum að athuga það, markgildi, það er rauninni bara þetta hérna sem við þurfum að setja inn. Markgildi A, markgildi B og raungildi A og raungildi B. Þetta hérna þurfum við að setja inn, sem við erum búin að skrifa hér. Eins þurfum við að setja systembita 6 hérna í þessa adressu hérna, sjáu þið. Í INT, já, þá ferðu í dálkinn hérna hægra megin og smellir þar á. Þá ferðu ör niður og smetla þar og velja úr listanum. INT. Ok, ég ætla að gá hvernig þetta er hjá okkur. Sjá.
bæta við. Hérna INT og við skulum setja það þá svona upp. Sko, þá þarf að standa inn í þessu markgildi A og síðan kemur bil, strákar, og síðan minna en. Það hérna á lyklaborðinu, þarna undir A eða við hliðina á shift-takkanum, sjáu þið. Minna en og síðan kemur aftur bil og síðan kemur markgildi A. Þá finnið þið það í takkanum með þarna 3 punktinum. Eru búin að þessu? Þau eru komin með þetta? Já, ok. Og núna ætti kassin ekki að vera blár lengur ef það hafi gert þetta rétt. Flott er. Nú ætlum ég bara að henda þessu sem ég var að gera hérna, sem ég var að sýna ykkur. Ok, og síðan voruð nokkuð konum með venjulegan útgang hérna, coil fyrir bilun A. Tvísmetið þarna á og á hérna útganginn og náið í bilun A. Sko ef við skrifið aftur þarna þá hætt á því ef við gerið einhverja stafsetningavillu að þá kom ekki rétti þátturinn, skilurðu. Þá allt stopp. Það miklu betra að ná í nákvæmlega rétta hlutin inn í data editorinn, ok? Og setja þetta upp hérna, bilun A. Já, nákvæmlega sama compare block fyrir B. Og þá lítur það svona út. Raungildi B, bil, minna en, bil, markgildi B. Ok, og það. Og bilun B, þar fyrir aftan. En síðan, til þess að fara í þetta operate hérna, þá veljið þið þennan vinstra megin við compare blokkina. Það operate block. Smellið á það, fáið það í músina og þá setjið það hér eins og ég hef sett það hérna. Tvísmellið á það og þá þurfum við að setja það inn þannig að við náum í með 3 punktinum markgildi A, svo kemur bil, síðan kemur 2 punktur, svo kemur samasemmerki. Já, þetta kannski svolítið flókið hérna, það þarf ekki hérna að gera þetta svona. Það nóg að gera þetta eins og hérna niðri. Þetta önnur aðferð, sko. Það nóg að skrifa bara 10 punktur samansem og hérna 500 eða 380 eins og í verkefninu. Þetta aðeins og flókið, óþarflega flókið að gera þetta svona. Þannig ég get í rauninni breytt þessu bara, ég seti þetta bara upp svona, set bara hérna 380. Apply. Ok. Og þetta alveg tekið eðlilega. Já. Nei, þetta bara tala og hún fer inn í þetta minnisólf sem heitir markgildi A sem við notum hérna fyrir samanburðarþættinum. Og náum í annan operate kassa og smellum hérna fyrir markgildi B og það var þá náum í markgildi B, bil, 2 punktur, samasem, bil og síðan skrifum við inn 500 og ekkert meira því að hún kemur sjálf, tölvan kemur sjálf eða forritið með þennan 2 punkt. Við þurfum ekki að skrifa hann. En þessi hérna inngangur
fyrir System Beta 13, hann bara venjulegur inngangur svona og smellum bara hérna á örina og náum, nei við náum ekki inn eitt, við skrifum hérna inn, hreinlega, skrifum inn í svona kassa, prósentumerki, stórt S og 13 og OK á það og þá kemur það inn sem vistfang hérna eða adressa. Þetta hérna þurfum við að setja fyrir framan báða Operate kassana. Setja svona, erum við búin að setja þessa tvo hérna fyrir framan? Þessa kassa. Flott Já, prósenta, stórt S, 13. Alveg eins hérna. Já, sko, það kom bara á milli, sjáðu. Ég var með í þessu skjali hérna, þá var ég með 2 compare blokkir hérna hver og eftir annari. Þetta bara í þeirri röð. Og svo komu 2 operate blokkir hérna fyrir neðan. Jú, alveg sama í hvernig röð þetta er. Það allt í lagi. Nú ég búinn að sýna ykkur þetta, þannig að núna síðasti þátturinn í þessu að setja upp skjáinn. Þá setjum við upp eftir þessari mynd hérna og ég þarf að sýna ykkur bara hvar við náum í þetta. Þetta mjög fljótlegt. OK, eru þið klárir í þetta? Hvernig fáum við nýjan svona skjá? Jú, við hægri smellum á Operate Screen. New Screen. Smellið þar. Þá bara samþykkið hérna hvað hann heitir, skiljið. Bara það sem að tölvan segir að hann eigi að heita. Svo segir bara OK. Hérna hjá mér bara Screen nummer 2 og bara samþykkið það. Bara hægri smella á Operator Screens hérna fyrir neðan og fá nýjan skjá og þá fáið þið bara alveg auðan og tóman skjá en þessa stiku hérna fáið þið til þess að byggja upp skjáinn. Það sem við veljum fyrst þessi Scale Indicator, smellum á hann og setjum hann upp eins og hérna eða það maður að íta með vinstri hnappnum niður og teikna í rauninni sleðan. Og aðeins að tjúna hann til þannig að hann komi eðlilega fram og þessi hlutur hérna ég þarf í rauninni ekki að setja þetta markgildi á milli, þetta er rauninni óþarfi, við getum bara haft raungildi, við vitum með markgildin en það sé svo allt í lagi að setja það inn hérna, ef ég tísmelli á þetta þá fæ ég markgildi A hérna inn bara til þess að hafa til hliðsjónar. Sko það sem við gerum það að til að fá þennan kassa þá þurfum við að fara hérna í Entry Field svona og sama gerum við teiknum þetta bara, teiknum kassa og þá verður hann til hérna. Nú þetta raungildi A sem við erum að hafa áhrif á hérna með því að færa til sleðan og þá þurfum við að tvísmella hérna á sleðan, smella hérna í Control á takkan með 3 punktinum og velja hér raungildi A. Tvísmella á raungildi A, þá kemur þetta fram og þetta var einhvers staðar í kringum 380 þannig ég ætla að setja þetta frá 350 value upp í 400 þannig að ég sé ekki með alveg himinn og haf á milli. Aðeins að þrengja bilið á þessum sleða. Glugginn fyrir aftan,
kemur frá þessum hérna sem heitir Entry Field. Smella á það og íta með vinstri músarhnappi niður og teikna kassa. Og þá kemur hann. Og ég ætla að hafa þetta fyrir hinn og annan sleða þarf ég að fá hérna, skiljiði, þannig að þetta komið upp eins og þið eru með hérna. Þetta hérna í rauninni það sem við setjum upp. En markgildi A og markgildi B í sjálfsögðu óþarfi en það er allt í lagi að hafa með bara til að við sjáum hvað kemur af tölugildi þar. Sama gerið þið með sleðan hérna niðri, náið í raungildi B og hann var í kringum 500 þannig ég ætla að hafa 490 og upp í 510 bara svo að sé með í kringum 500 eða nálagt 500. Eins getur maður slegið inn í þessum kassa inn tölugildi og þá hoppar sleðin á það tölugildi sem að verður. Sko, þessa kassa verð ég ekki með meira. Ég var bara að sýna ykkur hvernig ég gerði þetta. Sko, markgildi A, það kemur þá hérna inn. Þið búið til sama, Entry Field, búið til svona kassa hér, bara til þess að bera saman. Og náið í hérna markgildi A. Þessi kassi hérna, hann er markgildi A eins og ég hef skrifað hérna með textakassanum. Og svo markgildi B hérna fyrir neðan. Þannig við höfum tölugildi til þess að bera saman. Sá sem að kemur að þessu, hann veit ekki hvað markgildið er. Af því að hann var ekki að smíða þetta forrit. Þannig að það þarf að koma einhvers staðar fram. En ég held allavega að við séum búin að átta okkur á því hvernig við náum í sleðan sem er gert hérna og síðan hvernig við náum í þetta Entry Field til þess að ná fram tölugildi á þessu. En munið hvernig við gerðum kassa fyrir texta. Við smeltum á text hérna og byggum til kassa hér og skrifum inn í það raungildi, var það ekki? Þið vitið það, bara til þess að merkja þetta. Raungildi og hérna má vera með bil og sér íslenska stafi og allt inn í þetta er bara skraut, raungildi A. Ok, alltaf ok. Og ef við viljum miðjujafna þetta hérna, þá er hægt að gera það með því að fara hérna í Alignment og ég fari í Center, sjáu þið. Þá færist textin í miðjuna. Það var það sem ég gerði hérna. Þá erum við búin að skoða það. Tek þetta bara í burtu aftur og ég ætla þá að sjá hvort þetta virkar hjá mér og sýna ykkur hvernig þetta á að vinna í samhengi við skjá kannski 2. Við skulum sjá hvort ég nægi að opna hann. Hérna er skjár 1 og ég ætla bara að vera með hérna í hvernig eftir öðrum hérna. Svona. Þannig við getum unnið með þá saman og séð þetta gerast. Og þið verður með þetta á Simulator Mode, passið ykkur á því að skella þessu á Simulator Mode, annars gengur ekki hjá ykkur. Farið í Connect og við þurfum að hérna analysera forritið, build changes, yes, af því við breyttum þarna. Nei, þetta kemur allt saman sjá hver á. Þetta hérna. Nei, sko, þessir hérna gluggar, þeir eru raungildi A líka, alveg eins og sleðin. Alveg sama á sleðin. Það er bara raungildi A. Bara til þess að sjá tölugildið. Ég sé ekki tölugildið á sleðanum. Ef ég klikka á sleðan.
ef ég klikka á þetta hérna, þá bara vel ég hvað ég vil sjá hérna. Ég sé hérna 0. Nei, því að við þurfum ekkert að breyta value hér vegna þess að ég ætlaði bara að breyta hérna frá hvaða gildi, upp í frá kannski 350 upp í 400 sem að ég vil breyta sleðanum, bara svo ég sé ekki með hann með allt og mikið haf af tölum. Og hérna nú ætla ég að senda forritið niður. Það er búin að analysera þetta og build changes og download a project. Þá fyrir ég mig í transfer hérna niður í herminn og setja svo herminn í gang. Bara með því að velja raungildi A og nú er þetta komið, sjáu þegar ég smelti á run þá komið þessar tölur hérna 380 inn sem markgildi A vegna þess að ég baði það með systembita 13, skiljið. Svo núna eftir þegar ég get breytt þessari tölu, ég get sett hérna nýja tölu inn í þetta með því að virkja skjáinn, þennan skjá hérna. Þá get ég sett inn, já ég ætla að breyta þessu yfir í 390. Ok, enter á það. Já, það gerir það. Og það, ef ég fer með þetta í 380, það gerist ekki neitt. Ef ég fer með 390, þá er það jafnt og ef ég fer upp fyrir, þá kemur bilun og flauta. Það passar alveg. En ef ég stoppa þetta og setja aftur á run, þá gerist hvað? Þá færist þetta aftur í 380. Smetla á run, sjáu þið hvað gerist. Ok, þá breytist þetta í 380. Af því að systembiti 13, hann keyrir þetta einu sinni og setur réttu töluna inn fyrir mig. Ég var búinn að setja þetta upp á annar upptöku þannig að þið getið kíkt á það. Það er bara að setja upp hérna bilun A og bilun B með hérna þessum rofum. Varst þú ekki þá? Nei, ok, en það er til í upptöku, þannig að þú getur gert það. Ég get aðstöðið þig líka við það bara nú rétt á eftir. Já, það er bara þetta hérna, grænt A, grænt B og við slökkum á flautunni hérna en við þurfum að hafa skjáinn virkan til þess að sé hægt. Núna þá slökkum við á flautunni og rauðljósið verður stöðugt og við gerum við bilunina þannig að þetta græna ljósið ætti að vera komið inn hérna en það er kannski vantar að laga það. Grænt A er 1 hérna. Hvarf það ef að ég fór hérna upp fyrir? Jú, það hvarf, já. Græna ljósið það hvarf bara í burtu. En við getum líka breytt linsunni, það er líka hægt. Þannig að hún verði svona fagurgræn. En allavega, hérna er komin bilun og ég smelli á flautustopp. Hverfur flautan og rauðljósið verður stöðugt. Ég geri við bilunina, fer niður með sleðan, þannig að grænljósið kemur aftur og svo kvitta ég út rauðljósið. Tjekkum á biluninni. Ég get farið hérna, ég get skrifað hérna inn í þetta líka. 510 eða 505. Eða hvað sem ég vil, 505 og ít á enter, þá hoppar sleðin sjáu þið til. Þá komið bilun hérna, en ég þarf að bíða í smá stund, sjáu það rofinn er búinn að opna hérna og þá komið bilun. Ég smelli á flautustopp, hverfur flautan og rauðljósið fyrir B verður stöðugt. Svo lagast bilunin, ég get valið hérna eitthvað aðra tölu undir 500 eða ég get fært sleðan. Ég get alveg ráðið því. Þá kemur græðljósið aftur inn og ég get kvitta út rauðljósið og það er farið. Nú er ég búinn að fara í upptöku yfir það hvernig við setjum inn hliðræna þáttinn sem sagt eða analóg þættina hérna inn í vélgæslukerfinu. Þá segjum við þessu lokið. Ég hjálpa ykkur með
þar sem þið eru stattir.